Góðan daginn, ágætu vinir og velkomin. Við erum að fara í einhverja fallega ferð sem Drottinn hefur búið okkur og væntum auðvitað mikill að hluta á hans hendi. Og þá erum við að réttan stað því að við erum að gera kröfur á aðila sem getur staðið við væntingar okkar. Þú gerir kannski kröfu til mín og ég kannski gerir kröfu til þín, en stöndust við væntingar þær sem gerðar eru í hvorarnar skarðs. Og svo líka annað sem að líka má ígrunda, eru kröfurnar á hvora aðra sanngjarnar. Það er ekkit víst að svo sé, en þegar þú ert komin að þessum stað að gera svona óeðlilega kröfu til annara manneskja og farin að blína á hann sem reis upp og gefur okkur líf, þá erum við konir með þetta alveg á nýjan flöt. Því hann er sá sem getur, kann og getur. Þannig að þú biður hann, og hann segir okkur að trúa því að hann geti gert það. Þú getur beðið mig, en þú getur ekkert vitað hvort ég geti staðið við þetta. Ég væri kannski tilbúin til að aðstóða, en það er ekkert víst að það sem ég framber fyrir þig sé eitthvað betra en þú varst að gera sjálfur og sjálf. Þannig að við erum ekkert að tala um sömu hlutina þarna. En þegar við snúum sjón okkar til hins uppreisna, þá er alveg pottþétt að hann er að gera talsvert betur en við nokkuð tíma getum gert. Og það er akkurat þessi einstaklingur sem við erum að boða. Við erum ekki að boða hvort annað. Við bara elskum hvort annað, við virðum hvort annað, sem er annað atriði í þessu máli. Og þetta allt saman kemur, er hluti af því að trúa treysta Jesú. Hann byggir þetta upp í okkur því hann vill að við sjáum hvort annað eins og hann sér okkur. Hvernig sér hann okkur? Hann elskar okkur. Það er bara engin spurning um það, hann elskar okkur, allir er elsku. Og þetta vill hann að við beinum að hvoru öðru, það er þetta elsku hans. Hann dó í stað syndarinnar, tók á sig syndina sem ég var undir og allir menn eru undir í dag, en hann mun leysa, hann mun skafa af og gera nýtt úr þessu gamla. Hann er megnugur þess, en ég get ekki gert nýtt úr neinu gömlu. Eina ráði sem ég hef er að bara fleygja því og fá mér eitthvað annað. En hann getur gert nýtt úr gömlu. Aftur sjáum munin á Jesú og manni. Jesús er megnugur, en við erum aftur á móti máttlaus að mörgu leyti og flestu leyti. En getum gert ýmislegt auðvitað og við eflustum í þessu ýmsu að því við erum núna komin á þann stað að gefa Drottni part í þessu öllu með okkur. Og hann vill að þetta sé þannig. Hann vill að ég starfi með sér að verkefni og læra af því sem hann er að gera fyrir mitt líf, svo að það verði æ meira líkara honum. Hann vill það. Hann vill að við líkistum sér. Og við höfum grunnatriði þar sem að byggir upp heilmargt ef við náum föttum hvað átt er við. Og það er þessi kærleikur hans. Þessi ómælanlegi kærleikur hans til hvers? Manna og kvenna, fólks. Hann dó fyrir fólk. Hann lifir fyrir fólk. Hann reis upp fyrir fólk. Og hann gefur fólki allt með sér. Þannig að við erum börn hans þegar við endurfæddustum og erum því arfar, eða við erfum það sem hann erfði. Og hvað er það? Manneskjur heimsins. Við erum hlutakandir í öllu þessu, sem merkir það
Allt þetta kristna fólk, hvar sem í heiminum, í strangt til tekið fjölskyldan okkar. Þetta stórt hugtak, stærra hugtak en við nokkru sinnum muni geta togað upp í okkar veruleika. Þess vegna erum við að hlusta á Guðs orð, þess vegna erum við að læra Guðs orð og þess vegna erum við þar sem við erum með það fyrir framan okkur sem við lærum þessar lekstjur af. Það er það sem hann vill, að við lærum lekstjurna af sem hann að setja niður. Þess vegna gerum við þetta kröfur hvort til annars, svona við höldum áfram að vera menn. En við vitum núna að við getum svona átt von á eða ekki. Þú getur átt von á því að ég geri það, eða þú getur líka alveg spúist við því að ég geri þetta ekki. Þú getur átt von á því að ég geti gert þetta, en ég kemst að því og við komstum að því að ég geti þetta ekki. Þannig að þetta svona beggja blans þegar við erum að biðja hvort annað eitt og annað. En að því að við erum með þetta komið þetta á hrein, meira á hrein, að þá erum við líka hætt kannski svo mikið að eiga við þessi atriði, við snúum okkur að Jesús. Og það er það sem hann vill. Hann segir á einu stað, reyni mig einu sinni á þannig nátt, hvort ég opni ekki flóðgáttum himinsins. Með öðrum orðum, prófaðu mig. Stígðu í þessa átt. Og viti menn að ótrúlegustu hlutir fara að gerast. Af því hann og hann getur og hann vill. Þannig við sjáum að maður ekki þetta. Hvorki ég að þú þetta. Vissulega getum við margt og við kunnum fullt af hlutum, það er engin spurning og misjafnlega mikið reynda sem við kunnum. Það fer eftir í hvað við höfum verið duglega við að ná okkur, afla okkur kennslu og fræðslu. Þar erum við svolítið misjöfn og erum ennþá svolítið misjöfn. En við náum mörgu, góðu tökum á mörgu og höfum reynslu af mörgu og lært alveg hellingi gegnum okkar reynslu, þannig bara lífið. En samt ekki á vísan að róa með því að leita ráða hjá mér eða hjá þér. Bæði gætu ráð mín verið ekki góð eða beinlínis röng og eins hjá þér, sama gildir með þig. Þess vegna snúa okkur til Jesús. Þar sem ráðin eru rétt og þau bestu sem við getum fengið. Þetta smásaman lærist og veistu af hverju þetta lærist? Vegna þess að við erum að gera það sem að okkur snýr. Við erum að rækta þetta samfélag við hinn uppreisna Jesú. Af hverju? Að þannig að bjóða það. Og þetta er eitt af því sem lærist með göngunni að við skiljum og föttum þetta. Og svona þetta. Þetta er það sem að hann vill að við gerum. Og segir að við eigum að gera og við erum að gera. Og ekki bara gera, við erum að hvetja alla kristi fólk til þess að gera þetta, ekki til þess að þóknast mér. Mér var það raun og ekkert að vera ekkert það hvernig þú hegðar þínu trúalífi, en mitt hlutverk og þitt hlutverk og okkar hlutverk það að hvetja hvort annað í átt að stefnu orðsins, orðs Guðs, og við veitum að orð Guðs í Biblíunni. Þannig allt þetta nú harla nærri okkur. En spurningum hvort við séum að taka þessa kennslu eða hunsana. Það hunsar hann enginn nema ég. Það tekur henni enginn nema ég fyrir mig sjálfan. Þannig við sjáum að við ráðum öllu hvernig okkur vegnar. Er það ekki rétt annars? Er það ekki svo með lífið allt? Við ráðum í sjálf öllu hvernig okkur vegnar á göngunni. Alltaf. Þess vegna líka þurfum við að ákveðna hygni og hygnina mestu eignust við af trúnni og að grúska í orði Guðs því að þar öll viskan sem Drottinn setti niður gagngert þess að maðurinn, ég og þú, lærum af. Þannig að við höfum allt til þess að verða viskunar fólk. Nú guðulegra visku. Við höfum líka aðganga henni. Takk eftir því.
Og þess vegna, og með tímanum, tíð og tíma, að þá komstu á þann stað að við verðum upptegnari við að leita ráða hjá Guði. Drottni, er það hægt? Það er það sem við erum að gera. Þetta trúaða fólk. Það er alveg hægt. En skilur ekki þetta? Af hverju skilur ekki þetta? Líklega vegna þess þú hefur ekki anda Guðs. Og hver gefur anda Guðs? Ég gef hann ekki. Þó ég vildi að þá gæti ég ekki gefið það, en ég þekki hann sem gefur andan og hann heitir Jesús. Ég hins vegar get beðið hann hér og nú, gefðu þessari manneski andaðinn. Kannski gerir það, ég veit ekkert það. En hann gefur andan. Og með anda Guðs, endurfæðingunum, það heitir það líka, þá fer löngunin hjá mér og þér og okkur að verða vel að okkur í orði Guðs. En við sjáum það fljótlega að orð Guðs getur verið feikna mikil vinna. Þarna eru margir að slugsast. Ég veit svo sem ekkert ástæðana fyrir því, en ég veit að margir að slugsast og þeir segja við sjálfan sig, ég skil þetta ekki. Af hverju segja það? Hafa menn einhvern tímann velt þessu fyrir sér, af hverju menn segi það, ég skil þetta ekki. Af hverju ertu að leita til mín skilning? Hvaðan kemur mér skilningurinn? Ef hann er? Frá heilagum anda. Þannig bara það. Sama heilag og anda er í þér og ef hann getur kennt mér, þá er engin spurningum, hann getur líka kennt þér. Þess vegna segi ég það og stendi það að við þurfum að bera ábyrgð á okkar kennslu og hvað við erum að fá og hversu mikið við erum að fá úr orðinu sem kennslu. Þetta er vinna. Þetta er ástöndun. Þetta þarf að gera eins og allt annað. Þú byggir ekki hús til að mynda nema sinna húsbyggingunni. Sumir hér í eina tíð þeir voru á þeim stað þeir byggðu þetta allt saman meira og minna sjálfur. Spýtu fyrir spýtu jafnir neldu þess sjálfur. En það er ekki í dag. Þannig var það einu sinni. Þeir voru ekki með bara hugsunina heim í stofu að gera þetta. Þeir fóru og gerðu þetta. Svo einhverjum árum seinna þó voru þeir fluttir inn í sitt hús. Og það voru margir húseigundur, já hérna árum áður, það er langt síðan enda, sem byggðu þetta alveg frá grunni. Með góðra manna hjálp að sjálfsögðu. Fengu kannski lærðan smið til þess að teikna þetta upp fyrir sig og svona sjá þetta, en svo voru þeir aðilarnir sem meira og minna neldu þetta allt upp. Neldu upp mótin sem steypan átt að fara í og svo framvegis og framvegis. Og svo kom meistarinn og tók þetta út. Já, þetta er fínt, við notum þetta. Þannig var þetta gert. En þeir unnu þetta eins og til var ætlast og uppskáru eins og til var ætlast flott hús. En eins og við vorum að tala að þá gerðu þetta ekki hugsandi þetta. Eins er með orð Guðs, þú öðlast ekki þekkingu á orði Guðs bara með því að hugsa hvernig þetta sé og segjandi við sjálfan þig sem er rétt kennsla, ég þarf að fara að stúdera þetta orð meira. En ef þú ert bara þar, þá ert ekkert að stúdera þetta orð neitt meira. En þegar þú ert komin á staðinn þar sem orðið er og búin að opna bókina og byrjar að lesa, þá ertu farin að gera það sem þú varst alltaf á leiðinni til. Þá líka ferðu að uppskera eitt og annað upp úr orði Guðs, að því það er til þess að ég og þú, við förum til þess og lærum af því. Og allur lærdómur er vinna starf sem ég tek að mér, fyrir mig sjálfan, fyrst og fremst. Af hverju? Að ég vil að trúin mín fái það fóður sem hún þarf til þess að ég geti vaxið í minni trú. Þetta er allt í staðar, en ég þarf að vera með. Og það er það sem að Drottinn uppáleggur okkur að gera, hann vill hafa okkur með.
Hann vill ekki vera með ykkur heima sendinga þjónustu sem að bara færir okkur allt sem við þurfum. Hann færir okkur margt. En hann veit líka að við séum þáttakendur. Og það eitt af því sem við erum líka að hvetja menn til að mynda í kirkjónum, og þetta vitum við. Við erum þáttakendur. Hversu oft höfum við ekki heyrt þetta orð, þáttakandi? Þetta rétt. Þannig það. Þannig þarf það að vera. Og þetta það sem við þurfum að gera. Búa við og búa okkur undir. Hann verklaus maður. Hann held ég verði nú aldrei neitt sérstaklega hygginn maður. Það held ég ekki. Ég held að það færi bara ekkert saman. En hver sem hann getur orðið það. En ekki án átakaða verkefna. Og það gildir nákvæmlega sama lögmál hvað okkur kristna fólki varðar. Það er að stíga út í þetta. Eins og vorum að segja áðan, og orð frá Guði í Gamla testamentinu, ég man ekki hvar það reynið mig einu sinni á þennan hátt hvort ég opni ekki flóðgáttir himinsins fyrir yður. Ég held að þetta sé í Hósea handritinu, minni það, en ég samt ekki alveg viss um það. Þetta allavega í Gamla testamentinu, og þetta svo sönn orð. Þetta svo mikilvægt að við náum upp í svona hugsanir Guðs, því að þær eru svo réttar. Þetta svo mikilvægt. En ég veit líka að það getur verið rosalega þungt og erfitt að fatta þetta hvað Guð á við nákvæmlega. Reynið mig einu sinni á þennan nátt hvort ég opni ekki flóðgáttir himinsins. Hann með öðrum orðum að segja það þarna, stígðu fram í þessu. Sem sagt, hann vill sjá mig, og þannig vinnu Guð, taka skrefið til sín. Það það sem hann að segja, taktu skrefið til mín. Og sjáðu til, í þetta skiptið, hvort ég opni ekki flóðgáttir himinsins. Í þetta skiptið, hvað á hann við? Við erum alltaf á leiðinni til að gera þetta. Við erum alltaf að hugsa um þetta, að taka þetta skref, en við gerum aldrei þessi skref. Hann ýtir á okkur að gera þessi skref, því hann býður eftir skrefinu til að hann geti gert sitt. Þegar þú tekur skrefið, má segja að þú sért núna tilbúin til þess að taka við einhver frá Guði. Það ekki til neins að vera að taka eitthvað skref í átt að Guði ef við erum síðan ekki tilbúin til þess að taka við því sem hann vil rétt okkur. Hann fylgist með þessu öllu. Þegar þú gerir það núna, segjum það, þá sér hann að hugur fylgir máli og þá kemur hann. Þannig að við sjáum að fræðslan alveg nauðsynleg. Það ekki spurning um það. Hún alveg gjörsamlega nauðsynleg til að við áttum okkur á því hvað hann að fara. Þetta með öðrum orðum tekur allt sinn tíma. Það eitt sem bæði ég og þú vitum og höfum lært í gegnum tíðina. Að þetta tekur allt sinn tíma. Og það allt í lagi. Það allt í lagi að hlutir taki tíma. Drottinn þarf ekkert á neinni kennslu að halda. Hann með allt á hreinu hjá sér. En ég það ekki. Hann veit að ég ekki með allt á hreinu hjá mér. En hann segir, komdu til mín. Og það verður meira á hreinu í þínu ranni. Vera með eitthvað á hreinu að vita meira og vita það með réttum hætti hvernig gert. Þá erum við með á hreinu. Og hverju vill ekki vera með sem mest hjá sér á hreinu? Það léttir lífið. Það gerir lífið óflóknara. Og þú gengur á verki eins og hver annar fagmaður. Leysir það eitt á öðru. Að þú veist hvað þú ert að gera. Þú aflaðir þekkingarina til. Þannig við vitum að þetta allt saman staðfest og örugt að sé. Af því að við leitum þeirra ráðleggingar sem við þurftum. Sama gildir með orð Guðs. Þar eru ráðleggingar tengdar Guði og þær sem við þurfum á að halda. Og það getur því ekkert annað
verið hvatning til orðsins frá manni sem mér og þér sem erum að tala orðið að menn leiti, já menn leiti þangað. Ég get ekkert borið þessa ábyrgð fyrir þig og akkur ætti ég að bera ábyrgð fyrir þig að þessu leiti sem hefa alveg nóg með sjálfa mig. Ætla sé ekki þannig með okkur öll að við höfum alveg nóg með sjálf okkur. Og Drottinn vill ekkit að ég og þú séum ábyrgðarlaust fólk. Hann vill að við berum ábyrgð á lífi okkar sjálf. Hann er með. Og heilagur andi í mér er kennari minn. Hann er líka kennari þinn. Ekki segja, ég skil þetta ekki og ég þarf að leita að ráða hjá þessar og hinni manneskju sem kannski segir eitthvað sem hún kannski skilur ekki sjálf. Þetta er ekki örugg leið. Við eigum að fara öruggu leiðina. Hún er ég og heilagur andi að stúdera orðið saman. Það getur ekkit verið neitt annað en örugg leið því að andi Guðs sem þú ert með í hjartan, hann er frá honum. Og meira, þeir eru beintengdir, þeir eru saman, þeir eru öllum stundum saman. Og þeir fylgjast með mér og gangi mála hjá mér og vita upp á punkt og prikk hvað er að bærast já, í hugskoti mínu og í hjarta mínu. Þannig að eftir grennslanin og eftir fylgning getur ekki verið nákvæmari en þessi, en svona er þetta hjá Drottni. Þannig að þú ert undir gjörgæslu og við tölum þannig stundum. Og það er rétt nálgun að við erum í gjörgæslu. Það er að segja gjörgæslu Drottins. En það er ekki undan eina kvarta, það er bara að hefjast handa og byrja verkið. Og hér erum við að tala Guðs orð, hér til þess að byggja okkur upp í Guðs orði, hér til þess að andinn staðfesti að þetta sé það sem við þurfum. Og andinn segir meira, þetta er vinna sem að þessi maður er að boða. Vinna, verk. Ekki bara hugsun í sitjandi stöðu eða liggjandi stöðu í sófanum heima. Það er alltaf að gera það, en ef þú ætlar bara að vera þar, þá vertu bara þar. En það er engin árangur. Drottinn vill sjá árangur og þá verðum við að gjöra svo vel að rísa á fætur og hefjast handa. Hann er allt lífið, hann kennir allt lífið, þetta segir sjálft lífið. Þannig að við erum bara að boða boðskap sem að milljón sinnum hefur verið talaður og þú hefur marg oft heyrt sem trúið manneskja. Heyrt, pælt í, velt fyrir þér, en stundum verið að slugsast með að draga lappirnar að því þú nennir því ekki núna. Það er nú einn háskin sem við erum að eiga. Það er þetta ég nennir þess ekki núna. Svo verður þetta ég nennir þess ekki núna bara okkur tamt og það gerist ekkert. Þetta er ein hættan vegna þess að kannski býr í okkur öllum leti, ég veit það ekki. En þegar við byrjum á einhverju óvanaverki, það er svo rosalega fljótt að koma við okkur og halda okkur bara. Segjum bara mannesku, kannski ert þú hún, sem, ég nenni ekki á samkomu núna. Næsta sunnudag, þá verður þetta viðloðandi við þig. En þó þú látir ekki undan því, þá þarft að rífa þig frá því. Þetta er svo sterkt afl í okkur að ég nenni þess ekki núna. En þú þarft ekkert að fara inn á þetta ég nenni þess ekki núna, þú bara gerir það. Það er líka hægt. Veistu af hverju? Drottinn gaf okkur orð sem heitir agi. Og orðið agan segir að það veiti frið eftir á. Okkur finnst það strembin til að byrja með. En svo veitir hann frið eftir á og það sem átt er við þarna er að þetta til að mynda það að sækja samkomu verður þér bara eðlilegt og venjulegt. Klukkan þetta þá bara ertu komin upp í kirkju. Ef þú ert starfsmaður í kirkjunni, segjum það, þá mætur þú kannski nokkru klukkutími fyrr, en þá verður það þér tamt líka og ekkert mál. En ef þú ert alltaf að segja, ég veit ekki hvort ég fari núna,
þá ertu búin að rugla þetta allt í ríminu. Og þú sér þetta er orðið miklu erfiðara allt saman. Af hverju? Af því þú ert að gera það erfiðara. Af því þú ert farin að slást við sjálfa þig og raunverulega það sem þú vilt gera. Ég veit alveg hvað kristinn maður vill gera. Hann vill stunda sína safnaðar samkomur. Hann vill mæta á stundirnar. Af hverju byrjar hann að slást við það? Af hverju gera menn ekki alltaf það sem er rétt? Mætti spyrja á móti. Ég veit það ekki. Ég veit bara að svona er þetta. Bæði hjá mér og þér. Þetta er náttúrulega ekkert annað en úr orði Guðs sem talar veikleika manna. Er þetta af öðru en veikleika þegar við vitum að það væri best fyrir okkur að fara á stund. En svo kemur þetta, ég held ég sleppi þessu núna. Á hverju? Er þá stundin sem við vorum alveg uppveðruð af, allt í norðin einhver annar flokks? Stundin er bara stund. Hún er toppurinn. Hún verður áfram toppurinn. En ég þarf að sjá það svona á milli sunnudaga að þetta sé toppurinn. Þannig við höfum öll vopnin. Við höfum allar varnirnar. Við notum agan og þá hættir þessi vitleysa þetta, ég held ég sleppi þessu núna, eitthvað gott að sjónvarpinu. Ekki svo að skilja að þú meir ekki gera það sem þú vilt. En ef þú ætlar að láta vanstillinguna stjórna, þá getur þú gert það. Þetta er að vanstillingu sem að þetta byrjar hjá okkur. Vanstillingu hvers? Míns. En ég get alltaf toga agan upp. Þess vegna er best að leyfa bara aganum að eiga við sig á hverjum degi. Þá erum við ekkert undir þessari þvælu. Við gerum bara það og erum sáttið að gera þetta svona. Ekkert rugl í gangi. Við getum losað okkur við alla þennan óvana sem er að herja okkur til hægri og vinstri. En við gerum það að því við erum að stúdera orðið. Við erum ekkert merkilegra fólk en annað, en við höfum orðið, við höfum það fram yfir marga aðra, við höfum orðið og við höfum heilagan anda og við göngum fram í þessu. Gerur okkur ekkert betra fólki, kannski betra fólki, ég veit það ekki, en það er auka atriði. Því að þú ert ekkert að þessu til þess að ykkur horfi upp til þín, en það getur alveg bóka það verður ekki gert. Við þig sem kristinn mann, því get ég lofað þér. Þannig gleymdu því. Þú ert að þessu vegna þess að þú finnur það sjálfur og sjálfur því að líður betur undir þessu. Svo veistu það að þetta er það sem að Drottinn vill ná fram í þér og mér og okkur. Akkurju? Af því hann er að sýna sjálfan sig í gegnum mig og þig. Þetta er það sem orðið kennir. Við tölum að því að við erum að stúdera orðið. Við verðum að bera ábyrgð á þessu sjálf. Þú getur ekkert ætlast til þess að einhver annar beri þess ábyrgð fyrir því, því að það getur það enginn. Eina sem ég get gert við þig og þú við mig, þú getur bara ráðið mér heilt. Og hvenær ræði mönnum heilt? Ég ræði mönnum heilt þegar ég nota orðið til þess að tala út frá. Þá er ég að ráða mönnum heilt. Þaðan skal öll mín viska vera og koma. Og þú vilt heyra þá visku. Og þú ert rétt á því að heyra þá visku frá kristnum manni sem kristinn manneskja sjálfur og sjálf. Það er réttur þinn. En tekur ekkert af þér ábyrgðina sjálfur að vera vel að þér í það fræðunum. Og þú getur það eins og hver annar. Ég skildi ekki, segir þau. Hvað er þín orð? Ég bendi þér á heilagan anda í þér. Og sé hann færum að kenna mér, getur hann líka kennt þér. Og þetta er bara einföld sannindi sem að ég bið Drottinn bara staðfesta í þér. Þetta snýst ekkert um mig eða mína kennslu. Þetta snýst um þig og þinn skilning orði Guðs. Og hann getur verið réttur, af því þú ert með allt í þér til þess að hafa hann réttan. Og hvað viltu meira? Vil ég bara ekkert meira? Ég get lofa að þú þarft ekkert meira. En þú þarft þetta. Og hvernig öðlastu þetta? Þú ert að stunda þetta.
svo ferðu að elska þetta, svo ferðu að þrá þetta og þú vilt vera undir þessu, þú vilt vera baðaður og böðuð í þessu og það er hægt og það er góð stefna að eiga að fara með sjálfan sig þangað. Þetta er allt í boði. Svo spurningin eina, hvað viltu? Hvað vill ég? Ég vill Guð, ég vill Jésu, ég vill ganga með honum, ég vill lofa hann, tigna hann og tilbýða og ég vill leita ráða í honum að því ég má það. Hann er að bjóða mér það. Hann segir mig, Konráð, leitaði mig í þetta skiptið og athugaðu hvort ég opni ekki flóðgáttir mínar fyrir þig. Í þetta skiptið. Ég var nefnilega alltaf að spá í það bara. En svo var það aldrei neitt af því að ég stigi. En svo allt í einu kom alvaran í málið og ég steig og ég sá og ég viðurkenni að þetta virkar. Þetta gildir ekkit eitthvað eitt, það er ég búin að sjá. Þetta gildir fyrir allt lífið. Það virkar. Drottinn kemur fram og mætir þörfum. Hverri sem er. Og þú ert orðin breytt manneskja og það er það sem við þurfum. Við þurfum að breytast. Að hvaða leyti? Þú ert kannski kærulaus manneskja. Við höfum öll verið þar. Ég var oft mjög kærulaus manneskja en ég gat líka oft verið með mikla ábyrgð á mér og staðið við hana. En stundu var ég kærulaus manneskja. En Drottinn hefur að mestuleyti tekið þetta frá mér að því ég vildi það, að því ég steig fram og hann mætti mér og ég uppskar. Opnuðust flóðgáttir himinsins og ég hætti að vera þessi kærulausa manneskja. Og ég er ekkert að tala til minns eins. Ég er að tala til þeirra sem eiga sama og ég. Heilagur andi sér þetta allt. Hann virkar trúna. Þú á trú, ég á trú, við eigum trú. Við eigum sama heilaga anda sem ætlar að virkja trúna. Og hann, trúinn og andinn, gerir okkur að Guði vel þóknarlegum fólki og góðilmi hans. Vegna þess að við erum að frambera fleiri góð verk núna en við höfum áður gert. Hverjum ber heiðurinn? Það liggur alveg fyrir hverjum heiðurinn ber. Hann heitir Jesús. Og segir ekki á einum stað í orði Guðs, ónýtir þjónar erum við. Við höfum aðeins gert það sem okkur er skylt. Það er skyldu Guð á okkur. Það er skyldu Guð á okkur til að mynda því leyti til að okkur ber að bera vel á okkur í orði Guðs. Drottinn kennir okkur. Heilagur andi útskýrir fyrir okkur. Við þurfum ekkert annað. Samfélagið síðan hressir okkur við. Það stappar í okkur stálinu. En er kannski ekki helsti kennslu aðilinn okkar. Það er mikið kennt á orði Guðs í samfélaginu, það er rétt. Og verður alltaf. En þegar við erum ein, þá verum við heima stúdera orðið. Þar koma opinberarnir, hygg ég, flestar. Þar verður þekkingin og skilningurinn mestur. Og svo komum við í samfélagi. Og þá skerpist á skilningnum vegna kennsluna sem þar er. Og margt staðfest sem að þú varst áður búin að læra. Af því þú ert að gera heimavinnuna þína heima. En þar hefuru samfélagi. Þar heyruru hljóminn af hljóðfærunum. Hljóminn og óminn af söngnum. Þar heyruru ræðun að tala það í þín eyru. Ræðum að töluði þín eyru og þar hittiru mann og konu trúað fólk sem þú getur spjalla við og það verða fagnaði fundir vegna þess að Drottinn býr svo hnúta að strangt til tekið þykir okkur vænt hvort annað. Það hef ég svo oft séð að okkur þykir vænt hvort annað. Við segjum þetta, fólk sem hefur ekki mætt lengi, hann langt sem að séð þeim, hvað er að vera alveg mannin? Að því okkur þykir vænt hvort annað. En stundum er núningur. En þrátt fyrir núningin, þá þykir okkur vænt hvort annað. Af hverju?
að við eigum lifandi Guð í hjarta okkar. Það er leyndardómur að fylgja Guði, skal ég segja þér. Og þennan leyndardóm munt þú komast að er leyndardómur, þegar skilningur fyrir að koma á því hver Guð er. Leyndardómur. Þetta er hulið heiminum. En er orðið augljós þér að mörgu leyti, ekki öllu leyti, því að ég efast hygg nú reyndar að við munum aldrei, að muni allt opinberast fyrir okkur, Drottinn er stærri en svo. Þannig við þurfum ekki að örvænta. Við þurfum heldur ekki að hugsa þó hugsun í eitt skipti að við komast að enda í fræðslunni. Svo verðum við bara að mæta og hvað tekur nú við? Hann er stærri en svo. Endalaus uppspretta. Og það veit ég að systkini mín, bræður og systur taka undir með mér. Því að þeir eru nákvæmlega að reyna þetta á nákvæmlega þennan hátt. Bara rétt eins og ég og þú og við öll. Þannig að gott eitt framundan. Gott eitt framundan, góðir tímar og allt saman það, en vöxum í Jesú nafni. Leiðum bara heiminum að eiga sínar áhyggjur. En það er allt gert til þess að við höfum áhyggjur með heiminum. Af hverju? Þó við séum trúaðar manneskjur, þá erum við bara venjulegt fólk. Og við getum verið merkt meðvirkninni alveg fram og tilbaka. En Drottinn er ekki þetta. Hann er annað. Komið til mín, segir hann við mig, og ég mun veita þið frið. Þegar ég er að dragast út í einhverja áhyggjur af því sem heimurinn er að brölta við. Komið til mín, segir hann kallar alltaf þetta sama kall, alltaf í gegnum allt sem er að gerast. Akkur, hann er ekki þar. Hann er bara með sinn frið. Hann segir, Konráð, þú átt að rétta á þessu frið og komdu til mín. Nefndu nafnið þitt, komdu til mín, segir Drottinn. Og þannig þessi boðskap hefur rómað og hljómaði gegnum alla históríuna. Alla históríuna. Við erum að heyra hana núna í dag, árið 2022 í maímánuði. Og allar kynslóður undan mér heyrðu þetta líka. Þannig að við erum ekki að segja neitt nýtt, en hver ræða er nýsamt vegna þess að Guð er stór sem er í þessu öllu. Já, stór Guð. Eitt getur gert það að þegar þú sest niður að hlusta, þá ertu raunverulega í þinni vitund að hlusta á nýja ræðu. En ef þú hugsar aðeins það, þá hefur þetta allt verið sagt 1.000.000 sinnum. Og undan þessar ræðu, allt, hvert einast orð. Þannig erum við að draga upp mynd af risastórum Guði. Og þessum Guði vil ég þjóna og þennan Guð vil ég að þú þekkir. Og þess vegna erum við að tala eins og við tölum. Hann heitir Jesús. Já, minn Guð heitir Jesús. Það er margir Guðir og allir eru þau með nafn, en minn Guð heitir Jesús. Hann er sonur hins lifandi Guðs, hann er sonur hans er skóp og gerði allt sem er í þessum heimi. Allt er komið þaðan. Og núna tilheyri ég honum sem að reis upp frá dauðum. Síðasta vígið er fallið. Dauðinn er afgangsstærð. Hann er ekki til fyrir kristinn mann. Og þetta er það sem við erum að boða. Er þetta að gefa stærri gjöf en lífið sjálft? Ég hygg ekki. Við erum tilbúin til þess að gera allt til þess að halda lífinu við. En samt göngum við framjá dyrum Drottins sem segir komið til mín og ég mun veita þið frið. Við leggjum stórar uppæðir í lækna meðferðir og tökum inn hvaða lyf sem læknarnir benda okkur á og vísa á. Að þau viljum fá heilsuna aftur. Samt eigið við.
Auðvitað eigum við að gera allt þess sem hægt til þess að öðlast heilsuna tilbaka. En við eigum ekki að ganga fram hjá Jesú, sem lífið sem við þurfum á að halda og verður áfram lífið sem við þurfum á að halda og ekkert minna það. Þannig við erum að fá góða kennslu í dag eins og alltaf áður. Af hverju? Þegar við hér leyfum Guði að vera Guð. Og þegar svo þá klikkar ekki neitt. Það getur ekkert klikkað. En hvað ég búinn að tala lengi? Ég gleymi skeiðklukkunni minni. Ég þarf að hengja hana bara hálsinn. Það ekki ágætt sér ráð. Við veitum hvað við gerðum við krakkana í gamla daga, þeir fengu bara lykil hálsinn. Því það þýtti ekkert fyrir þau að hafa lykla í vösunum, því að það kom gat á vasan og bara skaust lykillinn bara gegnum buxnaskálminu og göttuna. Hvað vasar gefa sig þú ert mikið að bera grjót og annað í vösunum. En hálsinn, þá ertu miklu öruggari. En við erum ekki með orð Guðs hálsinn, við erum með það í hjartanu. Og þá varðveitist það þar að við erum að fóðra það með meira orði. Og orðin halda hvort utan annað. Og veist hver sér að þau haldi hvort utan annað trúin mín. Já, við erum að tala leyndardóma. Leyndardóma minn kæri vinur og vinkona. Og ekkert minna en það. En ef ég ekki að segja þetta gott bara, ég veit ekkert, út án leiður á þessu tali mínu að ég sjá ekki klukkana, ég veit það. En það ekki þess vegna sem ég að tala þetta, en ég sé bara ekki klukkana. Við stoppum hérna og Konráð Rúnar Friðjónsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram. Og ég bið þig, hveti til, byttu fyrir þessu. Ekki veitir af.